Árni Björn Pálsson sýndi 45 sýningar á árinu. Meðaleinkunn aðaleinkunnar hjá honum er 8,18. Hann stóð sig vel á heimsmeistaramótinu í herning en þar sýndi hann andvara frá Auðsholtshjáleigu í efsta sæti í flokki 5 metra stóðhesta og er andvari jafnframt hæðstæmdi 5 metra stóðhesturinn í ár með 8,49 í aðaleinkunn. Svaði frá Hólum var þriðji í flokki 6 vetra stóðhesta á heimsmeistaramótinu og efsti 4 vetra stóðhesturinn í ár, Trausti frá Þóroddsstöðum, hlaut aðaleinkunnina 8,44, báðir sýndir af Árna Birni. Daníel Jónsson sýndi 70 sýningar á árinu. Meðaleinkunn þessara sýninga er upp á 8,14 í aðaleinkunn. Hann stóð sig vel á heimsmeistaramótinu í herning með snillinginn Glóðafeiki frá Halakoti í flokki stóðhesta 7 vetra og eldri og hlaut Glóðafeikir aðaleinkunnina 8,74 en þess má geta að hæfileikaeinkunn hans var 9,03. Hér heima sýndi hann efstu 5 metra hryssuna Hröfnu frá Hrafnkelssstöðum og efstu 6 metra hryssuna Nípu frá Meðalfelli sem hlaut í aðaleinkunn 8,59. Guðmundur Björgvinsson sýndi 31 sýningu á árinu og var meðaleinkunn þessara sýninga 8,19. Hann stóð sig vel á heimsmeistaramótinu í herning og sýndi efstu 5 metra hryssuna Garúnu frá Árbæ en Garún er jafnframt hæstdæmda 6 metra hryssan í ár með aðaleinkunnina 8,62. Guðmundur sýndi einnig næst hæstu 5 metra hryssuna á heimsmeistaramótinu Ríkeyju frá Flekkudal og hlaut hún í aðaleinkunn 8,42. Helga Una Björnsdóttir sýndi 11 sýningar á árinu og meðaleinkunn þeirra var 8,15. Helga Una átti gott ár á kynbótabrautinni en hún sýndi efstu hryssuna í flokki 7 vetra og eldri, Sendingu frá Þorlákshöfn. Sending hlaut 8,64 í aðaleinkunn sem klárhryssa, meðal annars með einkunnina 10 fyrir tölt og er hún nú hæðstæmda klárhross heims. Jakob Svavar Sigurðsson sýndi 69 sýningar á árinu og allar hérlendis. Meðaleinkunn þessara sýninga er 8,00. Jakob sýndi efsta 6 vetra stóðhestin á Íslandi í ár, Skagan frá Skipaskaga og hlaut hann í aðaleinkunn 8,60.